Fyrst finnum við að sjálfsögðu stærðirnar á R1 og R2 því að stærðin á stillanlegum mótstöðu er gefin sem sagt enda í enda. Ok. Hvað segir í textanum með stærðina á stillanlegum mótstöðunni? Ok, þetta er 520 ohm, þegar grænt er 5, rauður 2 og 1 0 í viðbót og gulur og rauður, það er gulur 4, rauður 2 og 1 0 í viðbót, 420 ohm já. Og síðan kemur síðasta sem sagt, við þurfum að athuga hvað það er í heildina stórt, það var örugglega skrifað hér í textanum var það ekki? Veitu nú við 1000, já 1000 ohm er milli endana á því. Þá bara, hvað gerum við næst? Leggjum við saman að þeirra rafmagn? Já, akkurat. Við leggjum öll viðnáminn saman eins og við gerðum til þess að finna heildarviðnámið. Þegar við læriðum rafmagnsfræði alveg í byrjun, þá þurftum við að finna fyrst heildarviðnámið í rásinni til þess að átta okkur á því hvaða straumur væri á ferðinni. Þetta er alveg bráðnauðsynlegt að taka nú aftur fram þessi grundvallarlögmál og nota þau því að við þurfum alltaf að vera tilbúin að nota þess að heildarviðnám og finna strauminn og það þá. Heildarviðnámið 1940 Ok, heildar 1940 ohm. Og þá þurfum við að finna næst út strauminn. Hvaða straumur er í rásinni? Og hvernig finnum við út úr því? Sama sem Rauðut. Já. Spenna deilt með viðnámið. Já. Spenna U deilt með R. Og já, hvað er heildarspennan á þessu? Það er 100 volt. Við þurfum að vera að standa alveg öruggt á þessu. Deilt með 1940. 0,22 ampere, kannski einhverju fleiri aukastafir, hugsanlega? Það var 0,5154. Já, ok. Já, eigum við bara taka svona marktakastafi og Það átti ekki vera 0,05? Jú, nei. Það er 1940 sem stendur deilt með 1940. 1000 deilt með 1940. ekki 1000 heldur 100. 100, Allir aðeins, þetta er 100. Ég fæði 0,05. Já, Það er 0,05. já, ok. Gott að það kom á hreint. Fínt. Já. Og við myndum þá nota bara aukastafina sem að koma fram á reiknivélinni. 5, 1, hvað segirðu? 1, 5, ok. Það er ljómandi, þá er það 51,5 milliampere. Og við notum þetta amperinn til þess eða strauminn, til þess að svara þessari spurningu. Þegar
við erum með stillimótstöðuna stillta í miðju og ef við værum með straumlaust, ef það væri ekki 100 volt á þessu, ef við værum bara með viðnámsmæli og við myndum mæla frá A til B, hvaða viðnám myndið þið fyndið fá? Það er því hvað stillingin er. Já, stillingin á að vera akkurat í miðju. Já, já, þá er það bara helmingurinn af viðnáminu. Það er bara svoleiðis. Þið voruð að gera þessa æfingu og þið hérna voruð að athuga sko, með breytilegt viðnám og það allt saman, en kannski það sem við höfum átt að líka gera, það er átt okkur á til dæmis sem sagt, að mæla línulegar mótstöður, að þessi, já það var kannski ekki tekið fram, jú það hlýtur að hafa verið tekið fram hérna, þetta væri línuleg mótstöða. Það stendur hérna, með línulegri breytingu. Þetta er mikilvægt sko, og í rauninni, veist, svona dæmi, ef svona dæmi kæmu fram, þá væri alltaf tekið fram að hvort þetta væri logaritmist eða línulegt, að við höfum aldrei verið að láta ykkur reikna út með logaritmísku breytingu heldur aðeins með línulegri. Þannig að þetta hérna er þá 500 ohm í miðju frá A til B. Og þá vitum við stærðina á viðnáminu sem við erum að reikna út. Og hvaða straumur fer hérna í gegn? Hvaða straum hefur við að nota? Þegar hann er í hálfa, þetta er ekki hálfa stillingu. Já, við notum viðnámið, 500 ohm. Og hvaða straum notum við? Það er bara einn og sami straumurinn gegnum allar rásina. Það er ekki hægt að nota nema eitt straum. Af því að þetta er raðtengt. Já, þetta er einfalt mál. Ég er bara svona að reyna að athuga hvort að þið eru með þetta algjörlega á hreinu, skilji. Í raðtengingu, þá er bara einn og sami straumurinn auðvitað gegnum allar rásina og þetta er bara einfalt og þetta er ekki að hafa neinar áhyggjur að vera neitt hrætt við þetta, að það er bara spennan U á milli A og B er bara U hérna í sinnum R. Því að R er þarna í miðjunni. En I-ið, væri það ekki reiknað út á með stillingur 500 í staðinn fyrir 1000? Góð spurning. En hérna, í gegnum hvaða rás fer straumurinn? Sem er það? Já, hann fer í gegnum allt viðnámið, sem er 1000 ohm. Já, ok. Já. Það er nefnilega akkur það sem við þurfum átt okkur á. Þú veist, ef að þessi endi hérna væri tengdur hér, þá væri þetta ekki 1000 ohm. Þá væri þetta 500 núna. Já. En það færi þá bara fram hérna líka. Já, þá væri þessi hluti ekkert með. Já. Það væri búið að skamleipa yfir það og þá væri bara 500 ohm í rásinni. Þannig að núna þá er heildarviðnámið bara leggjum saman öll viðnámin og úttakið hérna er frá hálfri mótstöðunni og 500 ohm og við erum að reikna með því viðnámi til þess að vita hvað er spennan akkurat hér. Akkurat, þetta er málið. Þannig að hvað fáum við út úr þessu? Það er 0,0515 sinnum 500 og spennan Hvað skrifa það? Hver eru skammstafarnir? Þannig U, Q, Z. nei, U, A, B. Já. Spenna milli A og B er sama sem straumurinn sinnum viðnámið 25 volt eða ekki? Hvað er ég til þess? 25,75 volt, já. Já. Já, svo myndin skilur. Já, myndin í bókinni segir að
sko hér við textan sem er hérna fyrir neðan, þá passar eiginlega ekki textin nema að við lögum merkingarnar á tímabilunum. Að þetta T1 er í rauninni á réttum stað og tímabil 2, það er aðeins lengra, það er hér. Það sem að þessir fasar mætast, það er fasi 2 sem er hækkandi hérna og U3 sem er lækkandi. Ertu með þetta rætt í skjásveru? Við séum ekki núna sem Ups, já, fyrirgeðu. Svona. Já. Sem sagt, þið sjáuð hérna neðri myndina, þar er ég búinn að færa til tímabilin, þannig að T2 á að vera hér, samkvæmt textanum. Ég er bara að leiðrétta bókina núna hjá ykkur öllum. Og til tímabil T3, þá er það neðsti punkturinn hérna. Þannig að hérna, þá erum að gera merkja þetta sko, en það er sem sagt í verkefninu sem ég let ykkur fá á blaðinu, þar er sem sagt annað tímabil sem er verið að spurja eftir sko, en bara til þess að þetta passi við textan í bókinni hjá ykkur, þá færði ég þetta á réttan stað, sem sagt T2 og T3 á neðri myndinni. Allt í góðu, þið bara streikið yfir þetta hérna og lagið þetta. Hvað er vitlaust við þetta? Sem sagt, vitlaust við myndina hjá ykkur er það að tímabil T2, það kemur á snemma með textan í bókinni. Þannig að þið þurfa að streika yfir T2, T3, T4 og T5. T3 er í rauninni eða T2? Já, T3 er T2 og T5 er T3. Og nú skulum við skoða ástæðuna fyrir þessu sem sagt, hvaða díóða er að leiða og þá hérna sjáum við hér að ef við berum þetta saman við myndina hérna fyrir ofan, þá erum við hérna með fasa L1, hann er jákvæður. Til dæmis í, já, eins og þið eigið að segja að hvaða díóða er að leiða frá T1 og T2 hjá ykkur er alveg hérna lengst þar sem að L1 og L2 mætast. Það er T2 á blaðinu hjá ykkur. Ok? Og við sjáum það að á þessu tímabili er fasinn L1, hann er jákvæður á öllu þessu tímabili, sem að þýðir það að díóða D1 er leiðandi. Því að hún er forspennt, þess að það er jákvæðspenna inn á hana hérna frá L1. Þess vegna er hún að leiða skilgreindan straum og þessi straumur fer í gegnum álagið, en hvar fer hún tilbaka? Hvar er í þessum tímapunkti hérna á T1 neikvæðari spenna? Skoðum, rekjum þann feril, hér er neikvæð spenna á móti, það er á L2, það er L2 sem er neikvæðari. L2 og í gegnum hvaða díóðu færi það þá? D5, já. Og eins og þið sjáið, þá er þetta tímabil, eða þessi staður, það er sýnt hérna einhver staðar í, já, hérna seinna í bókinni á blaðsíðu, já, blaðsíðu 88. Það er sýnt sem sagt hvað er að gerast. Það er bara teiknuð inn díóða 1 og díóða 5. Ok. Svo að það er alveg rétt. Það er það sem er í gangi. Þannig að þá getum við
merkt inn á það og já, ég ætla að starta hérna. Og ég ætla að taka þetta hérna og reyna að þá merkja þetta, merkin á þetta hérna, hvaða díóð er að leiða, eða hvað er díóður. Þá hérna, ég seti inn á Paint. Þá hef ég það hér. Og þá get ég merkt hérna inn á að hérna frá og hingað er þá díóða 1 að leiða. Það er þess að hafa þetta sverra svona D1. Ok, díóð 1 er að leiða hérna allan þann tíma og þá D5, þá ætti hún að vera að leiða hérna og ok, við skulum sjá. Sjá hérna. Hérna höfum við þetta, hvernig þetta er allt saman í einu lagi, en D5 er þá sem sagt hingað, síðan breytist þetta. D5 er þá hérna frá og hingað, svona að þessum skilum hérna, þar sem að nú þurfum við að skoða hvað sjáum við hérna annan fasa taka við, jú, að verða neikvæðari. Það er, ef fylgjum ferlinum hérna, það er L3. L3 er að verða neikvæðari hérna og þannig að D5 hættir að leiða og í staðinn þá er L3 sem að dregur strauminn í gegnum D6. Þá skiptist það yfir á D6. Ok, ég ætla að skrifa D5 hérna fyrst. Svona. Og síðan förum við hérna yfir á D6 sem er að leiða þetta tímabil hér. D6 þannig að það er í rauninni bara fyrst D1 og D5 á þessu tímabili sem að var merkt inn hjá ykkur. Leiðir hann ekki sömu díðarnar, skilur, sömu átt á öryrbendir? Skilur, Jú, er hann sko, á móti örinni? þegar, nei, ekki á móti, þegar að hérna, L1 er jákvæður og hérna, þá er D1 að leiða, þá er það þessi leið hérna, strömmið niðurgeitning álægið og í gegnum D5. Svona, þessa leið hér. Yes. Þá er L2 neikvæður. Síðan, sem sagt, þegar það skiptist yfir í að L3 verður neikvæðari, þá fer þetta í sömu áttina, straumurinn, gegnum D1, alveg sama díóðan áfram og fer í gegnum D6 í staðinn, vegna þess að þá verður L3 sem sagt neikvæðari og dregur strauminn þá leiðina. Já, Ok, flott er. Síðan, sem sagt, ef við skoðum þetta áfram, en þið áttuð bara að hérna, nefna tímabilið hérna frá hingað, þá segið þið bara díóða 1 með díóðu 5 og díóða 1 áfram með díóðu 6. Það er hérna ykkar svar, skiljið. Það er bara hérna á milli sem að þið áttuð að svara. Ekki satt, á blaðinu. Jú, T1 og T2. Þá er það bara D1 með D5
og D1 með D6. Akkurat. Og ef að við tökum þetta áfram, þá getum við séð hvað gerist svo næst. Að við erum með að díóð 1 hættir að leiða hérna og hér verður L2 með jákvæðri spennu, þá kemur straumurinn í staðinn hérna í gegnum D2. Býtum ekki hérna, heldur frá L2. Þá fer í gegnum D2 af því að L2 verður jákvæðri. Fer þessa leiðina og gegnum hvaða díóðu, þá D6 er ennþá með neikvæðri spennu, þá fer í gegnum D6 og síðan heldur áfram, þá er það D2 sem er í gangi hérna. Já, það sjá hvort ég næja að skrifa það hérna. D2 hún er í gangi hérna frá hingað og svo fer það yfir á L1, hann verður jákvæðari þarna. Ok, og þá fer það í gegnum sem sagt D2 og L1 tilbaka. Já, þá er það L2 sem er jákvæður ennþá, þá fer það þessa leið hérna og þá fær það gegnum D4 því þá er L1 orðin neikvæðari. Þá fer það hérna í gegnum D4 og þegar að það er búið, þegar að sem sagt D2 er komin hingað, hættir að leiða, þá er það tekur við ný díóða. Það er hvaða díóða? Í L3. Það er díóða 3. Hún kemur hérna frá L3. Ég skil áskrifið, sjáu þið ekki lengur hvað stendur hérna. Það er L3 sem er leið díóða 3 hérna, sem leiðir hérna frá L3 gegnum álagið og hvar fer það tilbaka? Jú, það er sem sagt L1 er ennþá neikvæðastur þarna og þá fer það gegnum D4 áfram í gegnum D4. Ok, fer í gegnum D4 og já, þá merkjum við að D3 tekur við hérna af D2 eðlilega. Svona D3 og svo verða skipti hérna að D4 hættir að leiða vegna þess að hér verður sem sagt L1 ekki lengur sá neikvæðasti heldur, þá kemur L2, hann verður neikvæðari og það var í rauninni eins og hérna áður sem við byrjuðum á, það var D5, þá kemur aftur hérna D5 inn í myndina og leiðir tilbaka. Ok, það fer í gegnum D3 áfram frá L3, L3 er ennþá jákvæður hérna þegar D5 tekur við og straumurinn fer hérna frá L3 gegnum D3 gegnum álagið og í gegnum D5 aftur þessa leiðina út. Og hvað tekur svo við? Get ég á 1. Þá eru góðin hringinn. Díóð 1 tekur við hérna af því að þetta er L1 aftur
og díóða 6 tekur svo við hér. Þá erum við búin að skoða hvernig að afriðunin gerist í þryggjafasa rás, díóðu brú. Ok, í sjálfu sér þá þurfum við ekki að gera þetta hérna á prófi, allavega ekki ennþá, en það er bara gaman að sjá hvernig þetta virkar. Og sem sagt síðan leggjast þessar spennur saman og þegar eftir aðurðuna sem sagt og verða yfir álagið að svona 6 púlsum fyrir hverja 360 gráður, svona heila sveiflu og verða svona 6 púlsar yfir álagið. Þá, já. Þurfum við þá alltaf að vera með 2 díóður per fas? Já. Þess vegna er alltaf 2 og 2 díóður að leiða, líka í þessu þryggjafasa afriðu. Góður punktur. Þá hérna skulum við skoða þetta hérna áfram og sjá hvernig að spennurnar leggjast saman ef við tökum sem sagt og leggjum saman stærðina þar sem að spennurnar mætast hérna og alveg niður í mínus, þá fáum við þetta stað hér og síðan leggjast spennurnar saman hérna frá þessari spennu hér og alveg niður hér, þá fáum við alveg hæsta punktinn á þessari gári hérna. Þannig að spennurnar leggjast saman í afriðuninni og mynda svona gárur. Og 6 púlsa gárum fyrir hverja heila sveiflu. Og svo er hérna formúlan hérna, meðalgildið er 3 pi sinnum max. Það er hægt að reikna það með út. Og við erum hérna oftast að gera ráð fyrir líka díóðspennufalli, en til þess að finna út max þá munið það er alveg sama aðferð, það er bara virkagildið sinnum rótina 2 og þetta er sem sagt virkagildið á milli fasa inn á brúna og þá þegar við tökum tillit til spennufalls í díóðum að þá segjum við þetta svona inn, það er 3 pi sinnum rótina 2 sinnum sem er bara max og draugum frá 2 díóð spennufall. Og já, væntanlega erum við komin þá að einhverju sem sagt sýnidæmi og við erum með þá líka hérna æfingadæmi, tímadæmi sem við getum farið í. Þetta var sem sagt heimadæmi 5 að sýna fram á það að straumurinn streymir alltaf í gegnum 2 díóður. Við getum kallað þetta díóð 1 og díóð 2 þegar að spennan er jákvæð að ofanverða á spenningafanum hérna og þegar að pólunum snýst við þá fer eftir bláa rúanum þá gegnum D3 og síðan tilbaka gegnum D4. Það er alltaf 2 díóður. Og þá er það tímadæmi 6. Þá höfum við hérna heimadæmi 6 og við tímadæmi 6, ekki heimadæmi. Tímadæmi 6 og þið teiknið þessa mynd hérna fyrst. Það er forvaf á spennunum sem er tengt við 220 volta riðspennu og eftirvafið það tengist sem sagt endarnir á eftirvafinu tengjast inn á díóður en miðjan er eins og sem sagt mínusinn á álagið. Af hverju eru hvergi þarna lyktirnar sem hoppa yfir þegar það er ekki tengt saman rásins? Já, ástæðan er svo að teikni aðferðin er þannig að eins og við sjáum hérna það sem að díóð 1 katóðan tengist hérna inn á álagið, þar tengist saman sem sagt katóðan frá hinni díóðinni. Þetta hérna er tenging. Já, ég vissi það. En það sem að krossast hérna, það er ekki tenging. Það er sem sagt er bara hefð í bókum, til dæmis frá Norðurlöndunum, að
Það er ekki verið að búa til einhverja rörulögn hérna yfir til þess að sýna að þetta sé ekki tengt. Heldur, tengingar eru ef að leiðslurnar lenda svona 90 gráður á hvora aðra eða jú, það er aðalega þannig, kannski úr einhverju annarri gráðu líka, en ef það farið svona þvert yfir þá er það ekki tenging. Ef að þetta yrði tengt saman þá væri sem sagt leggurinn hérna niður frá miðjunni, hann væri tengdur hérna aðeins vinstra megin, skiljiði, og út í línuna, og svo færi línan hérna niður einhverstað aðeins hægra megin við, skiljiði. Það væri tengt. En þar sem þetta þverar svona, þá er það ekki tenging. Þetta er ósköp eðlilegt. Þessi spurning kemur alltaf á hverju önn. Þetta er eins og allar myndirnar eru teiknaður upp í þessum bókum sem að við höfum. Þetta er þá bara einhver praktísk frumöfnutaregla? Þetta er teiknireglan sem er farin í gegnum allar bækurnar sem hafa verið framleiddar, útbúnar hérna í rafmagnsdeildinni af öllum kennurum sem hafa verið að vinna við útgáfu. Þetta er teikni aðferðin. Hvað veist það þessu bara? Já, Skilur að ef hann fer bara beint í gegn. skilur Það er ekki tenging. Það er ekki tenging. Eins og í afriðisrásunum. annars væri skilur Já, myndi koma annar niður. já, þá færi það hingað Já. Og og svo svo með annar annað niður. hérna. Já, annars það frá. Já, þetta eru bara reglur sem að við reynum að setja okkur inn í, sko. Þetta er bara eins og með margt annað. Teikni reglur. Já, þetta er bara nauðsynlegt að fara í gegnum þetta. Síðan, sem sagt, þegar við erum búin að teikna þetta upp, þá þurfum við að átta okkur á þessu. Við þurfum að reikna út, sem sagt, einangra virkagildi spennunar, því að það er spurt í það hve há þarf riðspennan á bakvæði spennusins að vera til þess að fá 13,8 volt að meðalgildi yfir álagið. Og hérna gerum við ráð fyrir díóðspennuföllunum, sem sagt, við gerðum það ekki síðast þegar við fórum yfir þetta, heldur núna tökum við það til greina, því að hér er sem sagt þá formúlan eins og hún lítur út, svo einangrum við virkagildi spennunar og þá eru 13,8 og svo pluss 0,7 volt og deilum með 0,9 og þá fáum við 16,1 volt. Eigum við alltaf að skila þessu með, þegar við reiknum upp við, eigum við alltaf að skila þessu með næstu stöðlu spennu? Nei, bara vegna þess að þetta er tímadæmi, eða ef þetta væri inn í heimadæmi þá höfum við smá tíma til þess að fletta upp og finna díóður sem við höfum verið að gera mælingar á í verklegu, en ekki prófi. Það ekki nema að væri einhver listi sem að fylgdi með það, við höfum aldrei gert það. Við reiknum þetta út og þegar við höfum nægan tíma þá flettum við upp í lista yfir díóður, upplýsingar stærðir, þá sjáum við það út frá númerinu hvað er þola háa spennu. En ég efast að þessar díóður séu endilega framleiddar og seldar. Það eru bara yfirleitt á seldar sem að eru algengastar. Það fyrir 400 volt eða 1000 volt. Þannig að hindrunarspenna díóðu eða hámarks hindrunarspenna díóðu, það er kallað hérna peak inverse voltage. Það er sama og hámarksspennan max sem við reiknum út venjulega með virkagildi sinnum rótina 2.
og hérna fengum við virkagildi 16,1 volt, svo bara margföldum við með rótina 2, þá fáum við að þetta er svo spenna sem að díóðan þarf að þola, bakspennt, í rásinni sjálfri. En svo þegar við veljum díóðu þá þarf hún að þola þetta að minnstakosti og þá fyrsta standardstærðin sem við sjáum í þessu er 50 volt og síðan eru 100 volt og ennþá hærri spennur. En við þurfum yfirleitt ekki að svara þessu nema bara, já, ef við leitum að þessu. Hérna er ég búinn að finna þetta, díóðu sem er merkt 1N5400, hún myndi duga í þetta, hún þolir 50 volt, sem sagt VAF-RRM, þetta er Repetitive Reverse Maximum, sem sagt, og síðan eru bara stærðir þar fyrir ofan. 1N5401 er 100, og 2 er 200, 3 er 300, 4 er 400, 5 er 5, 6 er 600, 7 er 800 volt, 8 er svo 1000 volt. Já, það er svolítið skrítið hérna í endan. Ok. Svo að hér sjáum við standardstærðir af díóðum og hérna hvaða spennuþol er á þeim. Og þetta er þessi venjulega díóð sem þolir 3 ampere, það ekki? 3 ampere díóðan. 1N5400 og svo koma þessar stærðir hérna. Það kemur hérna forward average 3 ampere, já. Sjálfsagt að fara í eitthvað fleira, eða hvað? Allavega klára að teikna upp mynd af spennunni yfir álagið. Já, býttu nú við. Þetta getur nú ekki verið rétt. Þetta er ekkert spennan yfir álagið, sko. Nei. Við erum ekki með neitt þétt í þessu. Þetta er ekki rétt mynd. Það á ekki að vera neinn gáruspenna hérna og með er ekkert hérna í gegnum þessa línu hér. Alls ekki. Þetta er ekki rétta myndin. Nei. Nú ætlum ég að finna réttu myndin og setja hérna inn. Tek þessa gáruspennumynd í burtu og set inn þessa mynd hér, þessa minkana. Og byrjum við, já. Hérna er hún komin. Þetta er rétta myndin sem sagt yfir álagið. Því að það er engin þéttir í þessu. Það er bara meðalgildið er eins og þeir reiknuð út.